Í verkefni 7 þá ætlum við að útbúa verkefni sem leyfir ykkur að spila að giska undir hvaða bolla einhver bolti sé falinn, sem bara keimlíkt þessu dæmi sem við vorum að fara yfir áðan, bara aðeins öðruvísi leikur. Og æfingin sett til þess að bara búa til JavaScript forrit sem notar föll, flæðistýringar og ítranir og nota strengi og tölur og svo þetta búa til eitthvað bildskref fyrir Netlify. Þannig að við erum með ákveðin grunn hérna, þar sem package.json sem með browser-sync, við erum með index.html sem með einhverjum leiðbeiningum fyrir leikinn og tengingu við þetta scripts.js skjal og scripts.js með grunni að forriti, sem athugasemdir, tillögur og útfærslun og með svona JS-doc skjölum. Þannig að þá sjáum við hérna að það er búið að gefa okkur ákveðin grunn að þessu og hérna erum við með eitthvað fall sem keimlíkt þessu sem við vorum að skoða áðan, nema það aðeins búið að breyta því, þar sem við erum í raun tökum inn þetta hámark og lágmark. Við tökum við einhverju hérna sem tekur við einhverju giski frá notandanum. Við erum með eitthvað hérna sem skilar bara tölu af handahófi sem á bilinu inklusíft mín og inklusíft max og svo erum við með eitthvað hérna sem spila leik og í raun gerir það inn í einhverju lúpu sem þá hérna í raun að gera það bara að eilífu, en við viljum endilega færa þetta yfir eitthvað annað og svo eitthvað fall hérna sem skilar okkur stöðu á leiknum sjálfum sem var verið að spila. Og hérna gefur við bara hvernig þetta spilast út fyrir eitthvað dæmi og það eru nokkur annað eins og til dæmis við erum alltaf að geta ítt á escape eða cancel til þess að hætta alltaf þegar við fáum einhvern prompt. Við ætlum að safna stigum, þannig að ef ég að giska á n bolla og ég giska rétt þá fæ ég fjöldi bolla -1 í stig. Við ætlum að halda út úr það, ekki eitthvað svona hlutfall af því sem við búið að vinna. Og við ætlum svo líka að gera þetta bildskref sem þá þannig að þegar við setjum þetta upp á Netlify þá erum við með þessa hluti hérna og þau kannski velti fyrir okkur í fyrri verkefnum að package.json skjalið væri aðgengilegt á Netlify sem ekki æskilegt af því að þetta bara eitthvað svona lýsiskjal fyrir forritið okkar, hvernig forritið okkar uppbyggt og hvað tól það notar. Það kemur ekkert við hvernig forritið keyrir undir keislu. Þannig að hérna reyndar með þetta líka, þetta átti nú að vera partur af verkefninu en þetta hefur slæðist þarna með, þannig að þá það í raun bara látið þetta virka á Netlify og þá það þannig að það verður til einhver mappa hérna sem inniheldur þá eitthvað bild sem þá í raun byggða útgáfan af verkefninu okkar. Það sem í raun búið að setja bara þær skrár sem á að birta á Netlify. Þá sjáum við að það í raun ekki gitignore skráin, það ekki package.lock eða package.json og það ekki readme skjalið. Það bara þetta og já, þetta sýnlausning, þess vegna erum við með þetta hana. Já, þannig að þið getið afritað hana. Ég held ég væri hér, en hérna, svona þetta stundum. Þannig að þá þetta hérna og hérna vantar þetta inn. En þá í raun þessi bildmappa hérna, sem við getum svo sem skoða hérna, að hún fer út, en hún ekki partur af verkefninu. Þannig að inn í gitignore erum við að hunsa hana af því að ef við núna keyrum þetta á Netlify og það sem þið ætlið að setja upp, þá þurfum við að vera með þetta bildskref sem keyrir þá bildið okkar og keyrir þessa skipun sem býr til þessa bildmöppu hér og þetta bara afleitt skrár sem afleittar af því að keyra þetta skref. Þannig að þetta ekki eitthvað sem við viljum geyma, út í þetta eitthvað sem verður til þegar við köllum í forritið. Þannig að við erum búin að túlka stöðuna á forritinu hérna yfir eitthvað sem á að birta. Alveg eins og við vorum að gera í verkefni 6, þar sem við vorum með SAS-skrár sem við vorum búin að túlka yfir í CSS-skrár, en þar vorum við með þær inn í projektinu. En þyrftum þess í raun og veru ekki, svo lengi sem við værum með eitthvað bildskref sem væri keyrt á þjóninum sem sér til þess að þær fara hérna í möppu sem síðan hérna serveruð út af Netlify. Þannig að ef við skoðum hvernig það myndi haga sér hér,
þá erum við með eitthvað app og við gerum eitthvað hérna. Og við erum með eitthvað verkefni hérna, bara sem dæmið þetta, sem var bara sýnilegstun á verkefni 6, var það ekki eitthvað hérna? Jú, hérna. Þá er hér inni, þá er hérna eitthvað sem heitir build command, sem er þá skipinu sem að keyrir þegar verkefnið er buildað, þannig að þið þurfum að skilgreina þetta. Og hér er síðan publish directory, og þá til dæmis ef þið hafa verið að gera þetta þannig að þið eru með eina möppu sem er að keyra öll verkefnin ykkar, að þá gætu við lent í vandræðum núna, af því að þá þurfum við að vera með package station sem keyrir frá grunninum. Þannig hérna kemur hérna Jekyll build, Gulp build eitthvað, og publish directory er þá í raun eitthvað sem að þarf að skrifast inn í hérna verkefna möppuna sjálfa. Já, þið gætu lent í vandræðum þarna. Þið gæti verið að þetta virki, ég var ekki búinn að prófa, þannig að bara hafið það í huga, þannig að þegar þið keyrið þetta hérna, keyrið það jafnvel fyrir en seinna, að hérna þið gætu lent í því að, ég veit ekki hvort, ef þið segir base directory sé, WAF 7, þá held ég nefnilega build commandið, ef við köllum það npm run build eða eitthvað, npm build, eða já, npm run build, það mun keyra út frá rótinni, ekki út frá base directoryinu, er ég nokkuð vissum, en ekki. Þá þurftir í raun að setja inn í verkefnamöppuna, package station skrá, sem að væri með þetta, en þá ertu fann að smita í raun í skrána, möppuna sem heldur utan þetta verkefnið þín, upplýsingar sem eiga eitt verkefni, eiga við eitt verkefni. Já, ég myndi halda að þið gætuð þurft þess til þess að þetta virki rétt. En bara prófið ykkur áfram, en ég skal líka prófa og ef ég man eftir að prófa þetta, þá skal ég láta ykkur vita hvort að ég hef látið þetta virka. Því ég held að sé þetta látið þetta virka, en ég held að sé flóknara en að nota bara þessa hérna 3. Ég held að þurfa að fara að gera eitthvað advanced, nei, eitthvað, ég veit ekki. Þannig að þegar það er komið, þá ítum við að deploy site og þá það sem að Netlify gerir er í raun að keyra npm install sem sækir í raun alla pakkana sem við erum búin að skilgreina í package station. Þannig að það myndi sækja hérna þessa pakka og þetta CPI hérna pakkan sem að er hægt að nota og keyrir síðan þetta build skref sem þá í raun afritar þetta allt yfir í ákveðna möppu og við segjum sú mappa er sú sem við ætlum að publisha. Þannig að það geti verið eitthvað svona eða það geti verið bara eitthvað svona. Já, þannig að þetta er verkefni 7.